Núna stendur kosningabarátta til stúdentaráðs við Háskóla Íslands sem hæðist. Við tókum púlsinn á félögunum og spurðum þau út í hver helsti munurinn á þeim væri. Munurinn á vöku og rösku þetta árið til að mynda það að röska hefur setið í minnihluta í stúdentaráði síðustu 5 ár og kemur þar af leiðandi inn sem kemur inn með aðeins öðruvísi áherslur vegna þess að nú erum við rosalega bara spennt að fá að láta rödd okkar heyrast því hún hefur ekki fengið að heyrast síðust ár og Röskva yfirlýst félagshyggjufólks við Háskóla Íslands en á meðan Vaka ópólitískt lýðræðisafl og þar sem við erum félagshyggjufólk í grunninn þá eru áherslur Röskvu jafnrétti allar til náms. Það getur verið erfitt að spotta þennan mun af því að við erum náttúrulega að berjast fyrir því sama hagsmunum stúdenta en ég myndi segja að meginmunurinn fælist í vinnubrögðunum í þessum tveimur fylkingum. Ég veit það bara fyrir víst að núna eftir að hafa staðið í kosningabaráttu í viku eða 2 að í Vöku ótrúlega öflugt fólk og drífandi fólk bara sem framkvæmir hlutina og sér vandamál fyrir stafni og bara leysir þau, 1, 2 og 3. Við höfum setið í það miklu minnihluta að rödd okkar hefur ekki hlotið hljómgrunn en það Vaka sé róttækt félag, jú þeir hafa unnið að ýmsum góðum málefnum, þeir hafa samt gert það í samvinnu við Rösku til að mynda línmálið. Það finnst þér mikilvægt samt að hafa tvö framboð í þessum kosningum? Sko, það hafa verið uppi hugmyndir einstaklingsframboð og annað slíkt. Ég hef svo sem ekki velti mikið fyrir mér en það var réttilega bent á fundinum hérna í stúdentakjallaranum að eins og ástandið núna þá eru litlar líkur á að einstaklingsframboð gætu komið einhverju til leiðar sko. Það mikilvægt að báðar hreyfingar geti veitt hvor annarri aðhald. Því að jafnvel þó að við séum að stefna saman markmið og það bættir hagsmunir nemenda, þá eru aðeins öðruvísi áherslur og það annað fólk sem kemur úr þokkalega mismunandi áttum. Og mér þykir eðlilegast ef báðar hreyfingarnar gætu haft rödd og það væri hægt að hlusta á báðar raddirnar og þær gætu veitt hvor annarri aðhald.